Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja þriðjudaginn 7. maí. Fundurinn númer 1606 í röðinni og hefst núna klukkan 17 hér í Ráðhúsinu. Njáll Ragnarsson af Eyjalista boðaði forföll og hans sæti tekur Hildur Rún Róbertsdóttir varabæjarfulltrúi. Dagskrá fundarins svohljóðandi: 1. Umræða samgöngumál. 2. Framtíðaruppbygging og lóðaframboð í Vestmannaeyjum. 3. Kosningi ráðanefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. 4. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 400. 5. Fræðsluráð Vestmannaeyja fundur númer 384. 6. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 305. 7. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja fundur númer 303. 8. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 401 og 9. Bæjaráð Vestmannaeyja fundur númer 3215. Við göngum þá til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar að fara aðeins yfir 3 atriði hérna varðandi samgöngumálin og byrja á því að við erum búin að vera að bíða eftir fréttum af því sem tengist dýpkunarmálum varðandi Landeyjahöfn og hefur Vestmannaeyjabær ítrekað lýst yfir óánægju við vegagerðina með dýpkunarmálin í Landeyjahöfn og það hefur verið skýr krafa okkar og íbúa sem kom fram í enn eitt skiptið á íbúafundi sem haldinn var í mars síðastliðnum að það þurfi að gera bragarbót á þessum dýpkunaraðferðum og því hvernig það stundað og fyrirtæki sem sinnir þessa dýpkun hefur ekki verið að uppfylla samningin við vegagerðina hvorki dýpkunina sjálfa, það er að segja afköstin og sem voru í útboðinu eða mönnun skipsins sem snýra því að það eigi að nota alla glugga sem gefa til dýpkunar til að dýpka. Og það voru náttúrulega dýpkunargluggar sem féllu út páskana og það bara klárt samningsbrot. Bæjarráð fór fram á það við vegagerðina að hún gripi til aðgerða vegna þess að vanefnda á samningi. Vegagerðin hefur verið að fara yfir þessi mál og fulltrúi vegagerðinar fundaði með bæjarfulltrúum í hádeginu í dag og fór yfir svokallaða umbótaáætlun sem Björgun hefur skilað inn til vegagerðarinnar. Og í framhaldi af því að þá tilkynnti fulltrúi vegagerðarinnar okkur bæjarfulltrúunum að samningi við Björgun verði ekki sagt upp núna, það 1 ár eftir af honum. Og það verður ekki gert á svo stöddu en aðgerðaráætlun fyrirtækisins bætt afköst og aðrar umbætur verði gerðar að viðauka við núverandi samning. Það auðvitað ekki annað hægt en að við horfum bara til þess að sami aðili eigi að bera ábyrgð á dýpkun næsta vetur en að lýsa yfir vonbrigðum. Við fengum ágætiskynninga á því í hverju þetta felst, þessar úrbótur eða umbótur sem á að gera. En traustið til dýpkunaraðilans bara rosalega lítið eftir þennan vetur, bæði hjá íbúum og kjörnum fulltrúum. En það því bara rosalega mikilvægt að vegagerðin tryggi það að ekki verði bara annan slíkar vetur að ræða. Og við höfum rætt það bæði hér í bæjarstjórn og bæjaráði að við teljum Björgun ekki ráða við þetta verkefni en þeir hafa skilað inn gögnum til vegagerðarinnar sem fær vegagerðin alltaf að trúa því að þeir geti ráðið við þetta verkefni en þá það stóra verkefni vegagerðarinnar að tryggja það að fylgja því eftir að allt sem að búið að rita niður á blað og lofa að það standist og það skili okkur einhverju hér í Vestmannaeyjum. En við munum að sjálfsögðu eins og alltaf kjörnir fulltrúar fylgja þessu vel eftir en við höfum auðvitað orðið fyrir miklum vonbrigðum að þetta var niðurstaðan og bæði lýstu við því í dag og ég var búin að lýsa því áður þegar ég heyrði í þeim helgina, þeim vegagerðarmönnum. En ég var í samskiptum við vegamálastjóra og óskaði eftir upplýsingum hvar útboð á ríkisstyrktu flugi væri í ferlinu og það sem sagt búið að tilkynna útboðið til ESA en gögnin ekki farin út, sjálf útboðsgögnin en samkvæmt því upplýsingum sem ég fékk frá vegagerðinni að þá ennþá verið eitthvað að vinna í þeim en
tímalínan heldur sér og þá alveg að vera hægt að láta þetta ganga upp miðað við það að hér verði þetta komið í fasta skorðu næsta vetur. En ég hef óskað eftir forsendunum sem eru á bak við útboðið. Ég hef ekki ennþá fengið þær en við munum taka þær fyrir í bæjarráði þegar þær berast. Og svo til viðbótar að þá spurði ég líka samgönguáætlun hvar hún væri stödd. Og ég verð bara að lýsa miklu áhyggjum með það að samgönguáætlun liggi enn ósamþykkt inn í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins. Hún er ekki komin til annar umræðu og til samþykktar. Það er náttúrulega búið og ég fór í bara nóvember síðastliðnum til þess að veita umsögn Vestmannaeyjabæjar fylgi hann eftir og þetta einhvern veginn virðist, það var langt hlé en samkvæmt vef Alþingis þá var síðast fundað hana 2. maí síðastliðin og það voru gestir á þeim fundi, maður veit náttúrulega ekkert hverju það voru en ég reikna með að það hafi verið vegagerðin vegna þess að ég heyri það á kjartan að þeir hafi verið að fara inn í þing út af samgönguáætluninni en það eru auðvitað rosalega áhyggjur af því, sérstaklega hafnarkaflanum í samgönguáætlun sem eru nú afskaplega litlar deilur að hann skuli ennþá liggja ósamþyktur að því að verkin eiga hefjast auðvitað í sumar og þá að vinna mikið að þessu sumri til og það er ekkert að bjóða út verk sem samþykkt fjármagn frá ríkinu er ekki komið, mótframlagi. Þannig að þetta, ég vil lýsa miklum áhyggjum með þetta og ég sendi póst á formann og varaformann umhverfis- og samgöngunefndar og óskaði eftir svörum hvenær væri vona og áætlunin myndi liggja fyrir samþykkt. Ég sendi hennar póstnum bara í gær, ég er ekki búin að fá svör við honum en ég ynti vegagerðina líka eftir þessu og vegagerðin gerir sér vonir að fá samgönguáætlun samþykkta í júní og það er bara alveg hrikalega seint. Það er náttúrulega að koma auka hlé inn í þingið út af forsetakosningunum en sko þetta er eitthvað sem við þurfum bara virkilega að áhyggjur af. Við erum með verkefni þarna inni og mörg önnur sveitarfélög auðvitað en þetta er ekki nógu gott og það þarf að halda nefndinni virkilega við efnið og ég er eiginlega mjög hissa á því hversu hægt hefur gengið að vinna samgönguáætlun inn í nefndinni. Takk fyrir þetta. Áður en orðið verður laust les ég þessa innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri fór yfir stöðu dýpkunarmála og þá ákvörðun vegagerðarinnar að rifta ekki dýpkunarsamningi vegna Landeyjahafnar þrátt fyrir mikla vankanta á framkvæmd hans. Bæjarstjóri upplýsti líka stöðuna á samgönguáætlun og stöðu á útboði á ríkisstyrktu flugi til Eyja samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni. Nú er orðið laust þetta mál ef einhver vill tjá sig. Svo er ekki og þá með leyfi varaforseta les ég hér upp svohljóðandi sameiginlega bókun bæjarstjórnar í málinu. Vestmannaeyjabær hefur ítrekað lýst yfir óánægju við vegagerðina með dýpkunarmálin í Landeyjahöfn. Verktakafyrirtækið sem sinnir dýpkun hefur ekki uppfyllt samning dýpkun sem skyldi og hefur bæjarráð farið fram á það við vegagerðina að hún grípi til aðgerða vegna vanefnda á samningi. Vegagerðin hefur nú tilkynnt að samningi við Björgun verði ekki sagt upp en aðgerðaráætlun fyrirtækisins bætt afköst og aðrar umbætur verður gerð að viðauka við samningin. Bæjarstjórn lýsir yfir miklum vonbrigðum með að ekki hafi verið gripið til þess að rifta samningi við dýpkunaraðilann og fá öflugri verktaka til verksins. Við þessa niðurstöðu verðum við að vona að dýpkunaraðilinn fylgi eftir þessum viðauka með bættum vinnubrögðum svo siglingar til Landeyjahafnar truflist ekki vegna lélegs undirbúnings á því að taka að sér verk sem þetta. Þá tökum við fyrir annað dagskrármálið sem framtíðaruppbygging og lóðaframboð í Vestmannaeyjum. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, á síðasta bæjarstjórnarfundi fór ég yfir framboð lóða hjá Vestmannaeyjabæ og það sem í vinnslu en lausalóðir eru 15, voru 16 í síðustu viku og í vinnslu miðgerði Löngulá, AT2 svæði á Hrauninu og athafnasvæði við flugvöll. Íbúðir í byggingu og búið að úthluta, þetta svona í kringum 87 íbúðir. Mikil eftirspurn eftir lóðum og mikilvægt fyrir sveitarfélag að eiga lóðir og þá fjölbreyttar lóðir. En frá áramótum hefur verið úthluta 4 einbýlishúsalóðum.
Fyrri tillagan sem lögð var fram að meirihlutanum á síðasta bæjarstjórnarfundi varðar breytingu á skipulagsákvæðum í gildandi aðalskipulagi fyrir 3 svæði. En þar tekið fram í skipulagsákvæðum fyrir þessi svæði að þau verði til nota eftir skipulagstímabilið sem íbúðasvæði sem eftir árið 2035. Og snýr tillagan að því að áformum þessum yrði flýtt. Með því að breyta þessum skipulagsákvæðum aðalskipulagsins ekki tekin ákvörðun að hefja í vinnu við deiluskipulagningu þeirra, heldur að eiga svæði sem hægt væri að deiluskipuleggja með litlum fyrirvara og taka ákvörðun forgangsröðun þegar þörf þykir. Mikilvægt að rugla ekki þessu saman við deiluskipulagsvinnuna. Hér að ræða breytingu á texta í gildandi aðalskipulagi eða í raun að taka út texta. Umhverfis- og skipulagsráð mun svo þegar þörf og ef þörf að fara í þessa forgangsvinnu. Seinni tillagan sem lögð var fram að meirihlutanum á síðasta bæjarstjórnarfundi var að framkvæma íbúakosningu til að kanna hug íbúa til þess hvort hefja skuli vinnu við að byggja upp eða ekki svæði sem afmarkað í gildandi aðalskipulagi sem þróunarsvæði á Nýja-Hrauni. Mikilvægt að íbúar fá að koma að svo stórri ákvörðun og að niðurstaðan liggi fyrir áður en einhver vinna hefst. Nauðsynlegt fyrir okkur að fara yfir það landsvæði sem sveitarfélagið hefur og hvernig best að nýta það, skoða alla möguleika sem í boði til að fjölga lóðum og við verðum að horfa til framtíðar, ekki bara til næstu 2 eða 3 ára. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust ætla ég að lesa hér stutta innbókun og þær tillögur sem liggja fyrir hér til umræðu. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs fór aftur yfir undirbúning og vinnu við aðalskipulag til framtíðar og forsendur þess að mikilvægt væri að fara af stað í þessa vinnu. Á síðasta fundi bæjarstjórnar voru eftirfarandi 2 tillögur lagðar fram af bæjarfulltrúum E- og H-lista en afgreiðslu þeirra frestað að beiðni bæjarfulltrúa D-lista. Fyrir tillagan svohljóðandi: í skipulagsákvæðum gildandi aðalskipulags eru tilgreind 3 svæði sem ætluð eru til íbúðabygginga eftir árið 2035. Lagt til að þessum áformum verði flýtt þannig að uppbygging þessara svæða geti hafist innan næstu 3 ára til að fjölga byggingarlóðum fyrr en áætlað var. Síðari tillagan nr. 2 svohljóðandi: í gildandi aðalskipulagi svæði Nýja-Hraun þróunarsvæði M2 þar sem kemur meðal annars fram miðsvæði þar sem áformað að byggja aftur upp á svæði sem fór undir hraun í gosinu 1973. Svæðið merkt sem þróunarsvæði og verður unnið að því á skipulagstímabilinu að móta uppbyggingaráform frekar. Möguleikar til landmótunar eru opnir en í þeim getur falist að landið verði stallað á einhvern hátt og að eitthvað af efni yrði nýtt til efnistöku. Þetta var tilvísun í aðalskipulagið. Í ljósi þess hversu takmarkað landsvæði sveitarfélagsins þá lagt til að kanna hug íbúa hvort hefja skuli vinnu við að byggja upp þróunarsvæðið M2 samkvæmt mynd sem liggur fyrir sem fór undir hraun í gosinu árið 1973 eða ekki. Íbúakosning verði framkvæmt samkvæmt reglugerð 0922/2023 og 6000 grein samþykktar Vestmannaeyjabæjar áður en lagt af stað í skipulagsvinnuna en ekki á miðri leið eða að henni lokinni. Stefnt að því að íbúakosningin fari fram samhliða næstu alþingiskosningum. Nú orðið laust þessar tillögur. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir og áheyrendur, já. Við vorum að ræða þetta mál sem var lagt hér fram á þessa tillögur sem voru lagðar hér fram á síðasta fundi og ég ætla að fá að í rauninu kannski fyrst og fremst ræða aðalega fyrstu tillöguna. Líkt og kom fram í máli held ég flestra bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem tóku til máls varðandi málið á síðasta fundi að þá kom þessi tillaga okkur algjörlega í opna skjöldu og höfum ekki heyrt af henni áður og
og mér þykir það miður í svo viðkvæmum málum eins og skipulagsmálum að það hafi ekki staðið til að hafa meira samráð en svo og átti ég persónulega vona á að verða mögulega bóða á kynningafundum liðin en það lýstu við því yfir hér á síðasta fundi að þetta hefði svona komið svolítið flatt upp á okkur og maður væri nú kannski ekki alveg með öll skipulagssvæði alveg kortlögð inn í heilan þó svo við reynum nú að hafa allt frekar þó svo við reynum að kynna okkur hlutina vel en þá þurfum við vita af þeim til þess að geta kynnt okkur það. En hvað það varðar að já eins og ég sagði skipulagsmál sveitarfélagsins eins og við þekkjum öll gríðarlega viðkvæm og mikilvægt að við séum öll vel upplýst og í góðri samvinnu þau. En það sem að slíkri upplýsingagjöf var ekki veitt að frumkvæða meiri hluta þá sendi ég fyrirspurnir ákveðna þætti á borði fjölda uppbyggingu íbúða og sem ég fékk mjög góð og ítarleg svör við og vil fá að þakka. Líkt og ég kom inn á, við þurfum að vanda okkur, það gríðarlega mikilvægt að við sem sveitarfélög séum með skýra stefnu í því hvar við viljum forgangsraða þeim svæðum sem eru til íbúa uppbyggingu og ég persónulega hef uppi efasemdir gagnvart því að við séum að skipuleggja og setja það í svona opinbera umræðu að við séum að huga að mörgum svæðum í einu og við vitum það auðvitað ef ákveðin svæði eru sett í skipulagsferli eða eins og verið að koma hér fram í ræðu formanns umhverfis- og skipulagsráðs bæjarfulltrúa Jóns Sigríðar að þá getur það auðvitað eðli málsins breytt bæði áhuga fyrirtækja og einstaklinga og fólk farið að bíða eftir því að það fari frekar einhverja aðra lóðir að koma inn og annað slíkt. Og ég persónulega til að fókusin okkar þarf fyrst og fremst að vera á nýtt og glæsilegt skipulag og uppbyggingu á Malavellinum og það þurfi svona að vera þar sem að aðal fókusin okkar sé. Við þurfum auðvitað að vera mjög vel vakandi fyrir bæði framboði og eftirspurn eftir húsnæði og ég bara vil hrósa bæði gríðarlega öflugu atvinnulífi og einstaklingum sem eru í mikilli uppbyggingu og greinilegt að fólk sér Vestmannaeyjar sem álitlegan búsetukost en við þurfum auðvitað að huga vel að hlutverk okkar sem stefnumótandi aðila í húsnæðisuppbyggingu. Í orðum og grein formanns talað að ekki sé tekin ákvörðun vinnu við deiliskipulag heldur eigi svæði sem hægt að deiliskipuleggja vera að taka þau inn með litlum fyrirvara. En aftur á móti í bókun meirhlutans talað að hefja uppbygging þessar svæði geti hafist innan næstu 3 ára og mér finnst þetta svona frekar óljóst og ég ekki kannski alveg vera fullkomin samhljómur í þessu tennu bara fyrir mitt leyti. Og svo höfum við líka kannski önnur sveitarfélög svolítið sem víti til varnaðar og það til dæmis eins og fæðingarstað minn Akranes að þar fóru menn af stað með skipulagningu á íbúðasvæðum á fleiri einum og fleiri tveimur stað þar sem að vera að byggja upp auðvitað ný hverfi en líka sem viðbót við önnur hverfi og þar enduðu menn á að vera að fara í kostnaðarsama gatnauppbyggingu og gatnagerð og svo á tímabili voru þá 1-2 íbúðarhúsnæði við eina götu í mjög langan tíma þannig að það auðvitað ýmislegt sem þarf að huga að og svo þetta líka auðvitað afleiðingar á fasteignamarkaðin. Bara þær íbúðir sem ég óskaði eftir bæði hvað varðar einbýlishúsnæði og fjölbýli sem eru í uppbyggingu núna telja með löngulag yfir 200 íbúðir og við sjáum það auðvitað hvað áhrif það hefur á fasteignamarkaðin þegar þessar 100 íbúðir sem eru í uppbyggingu skila sér því að til dæmis með þessum minni fjölbýlis íbúðum að þá verða möguleikar fólk sem hafa stórar eignir að losa þær og flytjast inn í minni íbúðir þannig að það mun losna fleiri myndi maður halda einbýlishús og slíka húsnæðiskosti. Og sjáum auðvitað líka hvað gerast á Alþingi. Umræða á frétt í gær bara náttúrulega þetta frumvarpina Lilju Alfreðs sem í bígerð að banna útleigu íbúðarhúsnæðis umfram þessa 90 daga reglu til að sporna við þessum húsnæðisskorti á suðvesturhorninu að því að mikið af íbúðarhúsnæði þar nýtt til heilsársleigu og við auðvitað sjáum það hér í sveitarfélaginu eins og annars staðar að það húsnæði sem skilgreint til íbúðarhúsnæðis leigt í heilsársleigu og það auðvitað eitthvað sem við þurfum að horfa í og skoða. Auðvitað viljum við að íbúðahverfi séu einmitt það sem búið í en ekki nýtt undir atvinnurekstur. En það eru auðvitað önnur svæði skipulögð fyrir slíkt.
Þannig að það kannski svona það fyrsta sem ég myndi vilja ræða hvað þetta varðar og ég þakka fyrir góða áheyrn. Takk. Takk fyrir þetta og ég vil svo formsins vegna minna bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttur og aðra á að ef við vitnum í texta þá gerum við það með leyfi ef við vitnum í texta annara. En orðið áfram laust þessar tillögur. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Bara örstutt. Nei, síðan því að það að lesa upp. Mér finnst ég þurfa að koma aðeins hérna upp af því það kom fram í máli bæjarfulltrúa, forseti. Mér finnst ég þurfa að koma hérna kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildur Sólveigar Sigurðardóttur að við hefðum ekki, að meirihlutinn hefði ekki kynnt áform sín núna á milli funda. Með leyfi forseta langar mig að vitna í bókun meirihlutans við samþykkt tillöguna á síðasta fundi. Meirihlutinn mun verða við ósk minnihlutans til þess að þau geti kynnt sér málin betur þó sem þau hafa verið til umræðu áður. Ég var líka í samskiptum við oddvita Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda þessa fundar og þetta kom fram í máli hans, hann var að pæla í hvort það hefði átt að halda kynningafund og við diskuterum það aðeins og ég sagðist ekki alveg vera viss hvað það væri og þá svona einhvern veginn fór það samtal ekki áfram og mér þykir bara, ég skil eiginlega ekki hvað við hefðum átt að kynna vegna þess að aðalskipulagi sem líka, ef við værum að leggja til 3 ný svæði þá skildi ég pælinguna. Þessi svæði eru inn í gildandi aðalskipulagi og það verður að breyta texta inn í gildandi aðalskipulagi og ég tel að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins búi enn betur en við það sem við erum með fyrrverandi formann í ráðinu sem stýrði vinnunni við þetta aðalskipulag. Þannig ég skil ekki alveg það að upplýsingarnar sé ekki til staðar en kannski ég að misskilja eitthvað. Ég ræddi við þann byggingafulltrúan sem hefur verið nú hérna lengi og það alveg ljóst að við þurfum að horfa 10 ár fram í tíman varðandi lóðir og uppbyggingu og allt þetta. Og ég ekki sammála því að þegar við ætlum að uppfylla okkar lagaskilyrði sem til dæmis kemur fram í húsnæðisáætluninni, við þurfum að vera með ákveðið hlutfall af lóðum sem eru ongoing og munu koma á næstunni inn. Malarvöllurinn á frábærum stað, hann að klárast, en þá þurfum við að fara að vinna því sem á að vinna næst. Þetta tekur mörg ár. Og mér þætti mjög sérstakt mikið af fólki ætla að fara að bíða eftir lóðum sem kannski eru tilbúna til úthlutunar eftir 6 til 7 ár. En þegar það kemur fram að því bæjarfulltrúin Hildur Sólveig Sigurðardóttir vitnaði til þess að horfa til uppbyggingarinnar 3 ára, já, uppbygging líka það að innan 3 ára kannski að taka ákvörðun að þurfa að deiliskipuleggja ef þörf á. Það var ekki verið að segja þetta að því ef við ætlum að fara í þessa miklu vinnu þá þyrftum við nú að hafa okkur alla við að vera komin á þessum lóðum í úthlutun eftir 3 ár. Þannig að ég held að það sé nú bara misleiðilegt ef það hefur miskilist. En tölurnar sem að bæjarfulltrúin óskaði eftir, þær taka á íbúðum í byggingu. Þær tala ekki á hversu margum íbúðum búið að selja. Þær eru nú ansi margar inn í þessari tölu. Ansi margar og það farið að spurja bæði hérna til mín og til þeirra hérna niður á sviðinu, það byrjað að spurja Malarvöllin. En varðandi íbúðnar í útlegunu og frumvarpið sem viðskiptaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir að leggja fram, þá breyttist bara rosalega mikið í Vestmannaeyjum eftir COVID, varðandi útlegu á þessum íbúðum. Það töluvert að íbúðum inn í þessu kerfi, en það fóru líka mjög margar út. Þannig að við bara erum ekki alveg með sömu sýn á það hvernig eigi að hafa þessa vinnu, að við teljum að við þurfum að stíga þessi skref til þess að geta horft 10 ár fram í tíman. Við erum bara ekki sammála þörfina á tímalínunni, en við erum algjörlega á því að við verðum að fara að horfa til þess þegar við erum búin að ljúka Malarvellinum, hvar ætlum við að fara inn næst. Við erum til dæmis með miðgerði, þar sem verið að reyna að fara og koma í deiliskipulag. Það bara stanslaust kemur fólk niður og biður þessar lóðir.
Þannig að það gríðaleg eftirspurn eftir lóðum hérna og eftir íbúðum og við höfum lagaskyldu að uppfylla það að það sé lóðaframboð. Vestmannabær er ekki að fara að byggja á þessum lóðum og við erum ekki að fara að malbygga götur. Ég hef nú haldið það að bæfulltrúar væru mjög vel meðvitaðir að við erum nú búin að láta byggja til dæmis bara hérna upp í, ég veit ekki, Suðurgerði. Við vorum að malbygga götuna, sko, það eru komin 2/3 af húsunum. Við erum ekki að fara að lendi eins og þau lendi í Árborg, þau malbygguðu heilu hverfin og engin hús komin. Við höfum ekki haft þann háttinn á hér í Vestmanni. Það verður fyrst að koma eitthvað í kassan áður við fyrir að byggja upp innviðin í götunum. Og þau komi gegnum gatnagerðargjöldin. Þannig ég held bara að þetta sé ekki svona gríðarlega viðkvæm og stór ákvörðun í skipulagsmálum. Ef við værum að leggja til ný svæði til viðbótarvel aðalskipulag, þá skildi ég þetta. Þessi svæði eru inni í aðalskipulaginu, búið að fara í umræðu að þessi framtíðar uppbygging í Vestmanni. Það er verið að tala um að breyta texta í aðalskipulagi til þess að ráðið og starfsfólk sveitafélagsins sem fer með þessi mál geti gripið til þessara svæða ef að þörfin er komin upp. Það snýst þetta. Orðið er laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Það er svona, ég ætla svona aðeins að fjalla þessa tillögu 1 sem kom þá á síðasta fundi og við fengum frest 1 fund til þess að kynna okkur máli betur. Það er alveg rétt sem kemur fram í máli Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra að ég spurði hana hvort að við ættum ekki að fá ykkur að kynningu á þessu samkvæmt umræðinu í síðasta fundi en eins og hún kom fram á þá var þetta að við fengum tíma til að kynna okkur málið og þegar við svona fórum aðeins yfir málið þá var í rauninni alveg stætt á því að kynna okkur þetta svona án sérstaks fundar. Þetta var svona að lesa gögnin sem eru til. En við erum að tala 3 svæði sem eru hugsuð sem íbúðasvæði í lok skipulagstímabils aðalskipulags 2035. Þá eru tiltekin 3 svæði þar sem að í rauninni er svona leiðarvísir á hvað tekur við í næsta aðalskipulagi. Núna kemur fram tillaga að taka þessi 3 svæði inn núna 10-11 árum áður en þessu aðalskipulagstímabili lýkur og kemur í rauninni dálítið flatt upp á mann því að í okkar huga þá teljum við bara fókusin eigi að vera á þeim uppbyggingasvæðum sem að eru í gangi. Erum á byrjunarreit með Löngulá þar sem að gríðarlegur fjöldi íbúða mun rísa og svo fjöldi íbúðalóða sem eru hér og þar svona bæinn sem ég ætla nú ekki að fara að telja upp í þessari ræðu. En hérna eins og ég segi, mér finnst bara mikilvægt að halda fókus á það og eyða fjármunum og komur að segja einbeitingu og vinnu starfsmanna bæjarins í bara að glíma við þessi verkefni sem að liggja fyrir í þeim skipulagssvæðum sem eru undir nú þegar og láta þetta eiga sig og það er í rauninni mitt mat. En hérna stendur líka, það kemur fram í máli Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur bæjarfulltrúa og formanns skipulagsráðs að það sé nú bara verið að leggja þetta til þess að svona eiga þetta inni þegar að þessu kemur. Það sé ekkert verið að fara í rauninni af stað með þessi mál en tillagan er bara svona orðuð að ef ég vitna bara í tillöguna lagt til þess að áformum verði flýtt þannig að uppbygging þessara svæða geti hafist innan næstu 3 ára til að fjölga byggingalóðum fyrr en áætlað var. Það er eins og það er bara verið að ég bara verð að segja alveg eins og að ég skil ekki þá hugmynd að mönnum detti í hug að við eigum ekki íbúðalóðir í næstu 3 ár. En
þetta er ykkar mat og þess vegna kemur til að. En við erum með bókun sem ég ætla að lesa þá upp með leyfi forseta. Að mati bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á þessu tímapunkti ekki þörf á að hefja uppbyggingu á fleiri svæðum en eru nú þegar í ferli á Vestmannaeyjabæ. Og til þess að ítreka þá þetta við tillögu 1 sem að ég að lesa upp bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að byggð í Löngulá eigi að vera forgangsmál varðandi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þá ekki síður mikilvægt að byggt sé á þeim svæðum sem þegar hefur verið úthlutað eða verið að fara að úthluta. Fyrir utan nýtt hverfi við Löngulá nægir að nefna uppbyggingu húsnæðis á lóð Rauðagerðis, í gömlu slökkvistöðinni, á Tangagötu, í Miðgerði, í Suðurgerði, á Sólhlíð og víðar. Sjálfsagt og eðlilegt að skoða önnur byggingasvæði með opnum huga eftir því sem þörf krefur og það eitthvað sem skipulagsyfirvöld eiga ætíð að vera að horfa til. Það hins vegar okkar mat okkar að það sé óþarfi að taka upp aðalskipulag og hefja kostnaðarsama innviða uppbyggingu á nýjum svæðum innan 3 ára. Og undir þetta skrifa allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Og takk fyrir því. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Orðið er ennþá laflaust. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Það svo sannlega þannig að við þurfum að hugsa til framtíðar í þessum málum og eins og framkom í máli Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur að þá eru ekki margar lóðir í boði eins og og auðvitað erum við að skipuleggja eins og Löngulána og annað en við vitum það líka að við þurfum virkilega að hugsa til framtíðar lengra en það og mér finnst það mjög mikilvægt. Ég ætla að fá að lesa upp bókun með leyfi forseta. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var meirihlutinn við ósk minnihlutans frestun á afgreiðslu svo þau getur kynnt sér málin betur. Þrátt fyrir að þessi svæði hafi verið áður til umræðu. Umrædd svæði í tillögum meirihlutans eru gildandi aðalskipulagi sem bæjarfulltrúar eiga hafa kynnt sér enda var það eitt af gögnum málsins tillögur voru lagðar fram á síðasta fundi bæjarstjórnar. Í samþykktri húsnæðisáætlun Vestmannaeyjabæjar kemur fram aukin þörf og mikilvægt að horfa til framtíðar hvað varðar lóðaframboð sem gert ráð fyrir í þeirri áætlun. Meirihluti og H-lista leggur mikla áherslu á að horfa áratug fram í tíman því að tímalínan og vinnan við skipulagsmál mjög löng og ber sveitarfélagið lagaskyldu til þess að hafa nægt lóðaframboð. Deiliskipulag fyrir svæði í Löngulá áramót og því þarf að halda áfram. Hér að ræða vinnu við breytingu á aðalskipulagi, ekki að fara í að deiliskipuleggja þessi svæði. Bókun lýkur, takk. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Orðið er ennþá laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Fyrst tillögu 1. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni gjöru svo vel að gefa merki. Þeir bæjarfulltrúar sem eru andvígir tillögunni gjöru svo vel að gefa merki. Tillagan samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4. Og þá göngum við til atkvæða tillögu 2. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni gjöru svo vel að gefa merki. Við erum með bókunni, ætlum að fá orðið, varðandi erum við ekki að ræða tillögu 1. Nei, þær voru ræddar saman en greitt atkvæði þær hvora í sínu lagi. En ég skal, ef þið eru með aðra bókun, þá skal ég gera... Já, ég tók þetta svona sem 2 mál, sko. Þið tóka fram sérstaklega, forsetið tóka fram sérstaklega
rædd saman en síðan greitt atkvæði hvort í sínu lagi. En gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þá er það tillaga 2 sem verið að fjalla hérna í sama málinu í rauninni og að við erum með bókun í því máli, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Ég held ég bara vindi með beint í bókunina. Hvað varðar hugmyndir íbúakosningu þá leggjumst við ekki gegn því enda talsmenn lýðræðis. Tillagan þessa sömu hugmynd kom einmitt upphaflega frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í febrúar 2022. Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins til næstu ára var áhersla lögð á fjárfestingar í stórum verkefnum sem taka verulega á fjárhagsgetu sveitarfélagsins. Ljóslegara væðingin sem nú langt komin, stækkun Hammarskóla, bættri búningsaðstöðu í íþróttamiðstöðinni og leggja gervigras á Hásteinsvöll. Að auki gríðarleg viðhaldsþörf á innviðum eins og gatnakerfi bæjarins. Með þessi útgjöld í huga þessi forgangsröðun mögulegra framkvæmda okkur óskiljanleg. Takk. Bókun ykkur. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta og til að forseti sé samkvæmur sjálfum sér að þá held ég orðinu enn lausu. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, það ánægjulegt að það sé horft til þess að það sé ekki lagst gegn íbúakosningum enda miklir aðdáendur lýðræðis hér á ferð. En það mig langar enn og aftur að ítreka og við fórum yfir hérna síðast að þá sneri þetta að því að það verða að kanna hug íbúa inn í framtíðina, því við erum líka að tala 10 ár fram í tíman. Það enginn að tala að það sé að fara að koma jarðýtur og fara að byggja einhverju innviði og leggjast í kostnað. Það einmitt ástæðan fyrir því að í tillögunni kemur fram að gera þetta samhliða alþingiskosningum. Vegna þess að íbúakosning kostar fullt af peningum. En það hægt að nýta alþingiskosningar, mikið frekar en sveitarstjórnarkosningar, til þess að kanna hug íbúa. Og það bara, og hér bókunin, meirihluti á hálista, ítrekar mikilvægi þess að íbúar geti sagt sitt hvar framtíða uppbygging á að fara fram, sérstaklega á svæði eins og Nýja-Hrauninu, þar sem geta verið mjög skiptar skoðanir. Hér erum að ræða tillögu á íbúakosningu til að kanna hug íbúa, ekki til þess að ákveða að fara í framkvæmdir. Takk fyrir þetta og þá lít ég svo á að umræði sé lokið og við göngum til atkvæða tillögu númer 2. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni gjöru svo vel að gefa merki. Tillaga 2 samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið, kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Samkvæmt 3. tölulið B-liðar 42. greinar samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 991 frá 2020 skipar bæjarstjórn 5 aðalfulltrúa og 5 til vara í umhverfis- og skipulagsráð. Hér gerð tillaga að skipa Drífu Þöll Arnardóttur sem aðalfulltrúa í umhverfis- og skipulagsráð fyrir hönd Eyjalistans og Bjarteyju Hermannsdóttur sem varafulltrúa. Og það laust þessa tillögu. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir, gjöru svo vel að gefa merki. Þetta samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyjafundur númer 400, liður 1, skipulagsáætlanir
vegna Vestmannaeyja línu 4, VAFM 4 og 5, VAFM 5 liggur fyrir til staðfestingar. Til glöggvunar rétt að taka fram að ráðið samþykti að auglýsa þessa tillögu að breyttu aðalskipulagi samkvæmt skipulagslögum 123 frá 2010 með fyrirvarum að skipulagsákvæði varðandi frágang leiðar eftir framkvæmdir og gerð göngustíga verði uppfærð fyrir fund bæjarstjórnar. Samanber umræður á fundi. Þessu erindi var sem sagt vísa til bæjarstjórnar og orðið laust þessa tillögu, vill einhver taka til máls? Svo ekki og þá göngum við til atkvæða. Þeir sem samþykkja þetta gjöru svo vel að gefa merki. Þetta samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 2 til 7 liggja fyrir til upplýsingar. Og þá tökum við fyrir 5. mál á dagskrá fræðsluráð Vestmannaeyja fundur númer 384. Liðir 1 til 2 liggja fyrir til upplýsingar. 7. mál á dagskrá framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 305. Þar liggja liðir 1 til 3 fyrir til upplýsinga. Og þá tekið fyrir 7. mál á dagskrá fjölskyldu og tómstundaráð Vestmannaeyja fundur númer 303. Liður 3 framtíðarskipulag og uppbygging íþróttamála í Vestmannaeyjum liggur fyrir til umræðu að ósk minnihlutans Eyþór Harðarson, ekki satt? Ég held að ég bara mist móðinn bak. Þú mist Þá fellur Eyþór Harðarson frá orðinu. Vilja einhverjir aðrir taka til máls í þessu máli? Svo ekki. Hildur Rún Róbesdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, fyrst þetta var svona til umræðu þá langar með þess að fjalla þetta, því þetta er spennandi. En við sem sagt tókum aðeins umræðum þetta ráðið á síðasta fundi bara til að opna umræðina aðeins á ný framtíðarsýnina. En það var vinna í gangi 2019 til 2021 áherslu þætti íþróttafélagana. En það ferli dróst aðeins á langinn vegna heimsfaraldurs og svo þegar skýrslan var að loka metrun þá voru 2 félag líka búin að þróa hugmyndina sína aðeins lengra og óskuðu þá eftir að við myndum ræða það. Og svo var farið aðeins í frekari vinnu til að skoða rekstrakostnað og rekstraforsendur félagana. Og svo í maí 2023 að þá fengum við annað minnisblað sent frá öðru félagi, þannig að með fleiri þróanir á hugmyndum sínum og fannst okkur því mikilvægt að fara bara aftur almennilega í þessa vinnu og við ætlum að halda henni áfram. En hugmyndin var að fá umræðu framtíðarsýn í fagráðinu og við óskuðum eftir við framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs að koma með það áhersluþætti til okkar á næstu fundum út frá þessari skýrslu og þessum viðbótar útfærslum sem okkur hafa borist og rekstrarforsendunum. Og í kjölfarið að þá hugmyndin að leggja til að við myndum stofna aðeins breiðari starfshóp þetta mál, enda þetta eitthvað sem skiptir okkur öllu máli. Og ég myndi leggja til að þeim hópi myndi sitja fulltrúar úr fjölskyldu- og tómstundaráði, umhverfis- og skipulagsráði, bæjarfulltrúar og starfsfólk. Og umræðan var bara mjög jákvæð í ráðinu hjá okkur og þetta var svona fyrsta skref að því að opna aftur á þetta. En ég vil þá samt taka aðeins fram hérna í endingu að þrátt fyrir að framtíðarsýnin sé kannski ekki komin í gagni að þá sveitarfélagið að styðja mjög vel við nokkur félög, íþróttafélög með rekstrarstyrkjum til dæmis. Og við erum þátttakendur í Janusarverkefninu fyrir eldri borgara sem var núna síðast bara að breiða út anga sína inn í dagdvölina. Og við erum með háan frístundastyrk fyrir börn og ungmenni. Við höfum ákveðið að fara í gervigras á Hásnesvöll, fara í nýja búningsklefa af íþróttamiðstöðina, en íþróttamiðstöðin þjónar 10% bæjarbúa á degi hverjum sem skólahúsnæði, sundlaug og æfingasvæði og því við teljum mikilvægt að sinna því vel og við verðum bara líka að hrósa því sem vel gert eins og var gert á fundi fjölskyldu- og tómstundaráðs í síðustu viku íþróttamál. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Rún Róbesdóttir. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Ég tek undir orð bæjarfulltrúa Hildar Rúnar Róbesdóttur hérna áðan. Það búið að vera ágætis umræðu með þetta í ráðinu og ég vil líka aðeins koma inn á svona þá hluti sem að ég myndist á. Þetta það samt sem áður þráttur við allt að
þá hefur það svo sem, og það rættist á sínum tíma svo sem ekki aðeins út af heimsfaraldri heldur einnig bara seinagangi sumra félaga að framtíðarsýn þeirra í raun og veru kom ekki áður en að framtíðarsýn annarra félaga var kannski farin að þróast en þá lengra og það á að hluta til rætur sínar í það náttúrulega sem við þekkjum öll að þegar við opnum á svona umræðu eins jákvæmt og það þá sjáum við líka þá fáum við líka aðeins kannski að sjá betur sko hversu skynsamlega fólk hugsar þessi mál út frá því hvaðan peningarnir eru að koma og mér finnst það alveg ljóst að bæjarstjórn hefur unnið ágætlega úr þeim gögnum sem hafa komið og ég held að við hér inni séum alveg með raunsa að sína á þessa framtíð með hvað við getum gert og ég vona að við höldum því bara áfram og það var margt jákvætt sem hefur komið út úr þessari vinnu en ég verð samt að segja eins og hér alveg eins og ég lýsti á fundinum í ráðinu að það eru náttúrulega vonbrigði að það skildi ekki takast að loka þessu á þeim svona tímaramma sem var settur upp við séum þar inn á milli eðlilegar ástæður. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls? Svo ekki umræðunni lokið. Þá tekið fyrir 8. mál á dagskrá. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 401. Liður 1. Malarvöllur og Langalág, íbúðabyggð og leikskóli skipulagsáætlanir til staðfestingar. Erindinu var vísað til bæjarstjórnar. Frá ráðinu orðið lög þetta mál. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessu máli gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 2. Stytting Hörgeyragarðs, deiliskipulag og framkvæmdarleyfi liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þessu erindi var sömuleiðis vísað til bæjarstjórnar. Orðið laust þetta mál. Það kveður sér engin hljóðs. Umræðu þá lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessu gefið merki og það eru 9 samhljóða. Liður 3. Breytt deiliskipulag Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja, búningsklefar við íþróttasal. Þetta liggur sömuleiðis fyrir til staðfestingar og var vísað til bæjarstjórnar frá ráðinu. Orðið laust þetta mál. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta gjöra svo vel að gefa merki og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Og þá erum við komin að 4. lið þessara fundagerðar. Fyrir liggur ósk frá skipulagsfulltrúa að staðfestingu á þessu máli verði frestað, þar sem öll gögn liggja ekki fyrir. Þar með fellur þetta bara undir liðina sem liggja fyrir til upplýsingar og eru liðir 4 til 8 í þessari fundagerð. Og þá loks tekið fyrir 9. mál á dagskrá, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3215. Forseti hefur ákveðið að taka liðina fyrir í sömu töluröð og gert var á þeim fundi bæjarráðs sem hér til umfjöllunar. Af því leiðir að við byrjum á lið 4 sem breyting á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar sem bæjarráð samþykkti fyrir sitt leyti og vísaði til fyrri umræðu og staðfestingar hér í bæjarstjórn. Orðið laust þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég bara formsins vegna gerir ráð fyrir að málið eigi það eftir að koma inn sem aðalmáli inn á þegar við séum ekki að taka fyrri umræðu hér núna í þessu máli af því mér skilst í rauninni þetta þarf alltaf 2 umræður og við þurfum það væntanlega að taka það sem almennt mál breytingar á bæjarmálasamþykkt. Þetta talin sem fyrri umræða breytingar á bæjarmálasamþykktinni? Ég vildi bara fá það skýrt, takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir.
eins og fram kom hér að þá er því vísað til frá bæjarráði til fyrri umræðu og staðfestingar hér í bæjarstjórn og þarf að koma tvisvar til atkvæðagreiðslu. Vilja einhverjir taka til máls áður en til atkvæðagreiðslu kemur? Íris Róbertsdóttir Björnsdals. Forseti, mig langar bara að spyrja hvað bæjarfulltrúinn átti við, hvort að hún telji þetta ekki rétt að taka málið svona, þar sem tæknilegar breytingar að ræða sem koma frá embættismönnum og þær eru kynntar, þær eru í gögnum, þær eru búin að fara í gegnum bæjarráð, en það er ekkert vandamál ef að bæjarfulltrúinn telur það að málið að við getum ekki afgreitt með þessum hætti, þá mun það bara komin á næstu 2 fundi sem almennt erindi, en þetta átt að vera fyrri umræðan þessar breytingar, en það veit ég að bæjarfulltrúinn hefur kynnt sér breytingarnar og sér nú hvernig þær eru, hvers eðlis þær eru, þetta er svona með svipum hætti og gert þau verið, en það er ekkert vandamál mín vegna að við munum, bæjarfulltrúinn spurði og ég er að reyna að svara bæjarfulltrúanum og það stendur fyrri umræða, gögnin lágu undir, stendur samþykkt og til staðfestingar, en það er sjálfsagt ef bæjarfulltrúinn telur að þetta eigi að koma öðrum hættin á fundin að bara taka það inn tvisvar sem almennt mál, algjörlega sjálfsagt. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri kveða sér hljóðs málið? Svo er ekki, þá hef ég nú hugsað mér ef aðrir ekki verið að gera athugasemdir við það að halda fyrri áætlun það að ljúka hér þá því sem heitir fyrri umræðan þetta mál og taka það til atkvæða og geri það hér með. Þeir sem samþykkja, þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breytingu gjöra svo vel að gefa merki og vísa málinu til annar umræðu. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Þá tökum við fyrir lið 6 sem eru viðaukar við fjárhagsáætlun 2024 sem bæjarráð samþykkti samhljóða og vísaði til staðfestingar hér í bæjarstjórn. Viðaukar 3 og 4 varða höfnina og viðauki 2 var listaverk í tilefni 50 ára góðsloka. Orðið er laust þessa viðauka og afgreiðslu bæjarráðs. Enginn hefur hvað til hljóðs, þá göngum við til atkvæða þennan lið, þessa viðauka. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessu gjöra svo vel að gefa merki. Þetta er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er komið þar á samþykti og vísaði til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust, enginn kveður sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru sammála þessum drögum að yfirskipurriti gjöra svo vel að gefa merki. Þetta er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekin fyrir liður 8. Listaverk í tilefni 50 ára góðsloka sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Bæjarráð samþykkti fyrirliggjandi samninga og viljayfirlýsingu og vísar þeim til staðfestingar í bæjarstjórn. Þetta var gert með 2 atkvæðum fulltrúa E og H-lista gegn 1 atkvæði fulltrúa D-lista. Orðið er laust þetta mál. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Velja. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er hérna listaverkið. Það er hérna svo sem búið að vera rætt ýmislegt. Ég verð að ná í leyfi forseta að ná í það sem ég ætlaði að vitna í. Að hérna þar sem að við erum komið svona okkar fylgigögn eru 2 viljayfirlýsingar og samningur sem að liggur fyrir
milli Vestmannaeyjabæjar og listamannsins eða fyrirtækis, stúdíó eða hvað við köllum þetta en sannlega getum við talað væntanlega listamannin. Og þetta eru samkomulög sem eru bæði samkomulagi svo sem ekki undirritað og viljayfirlýsingarnar eru í rauninu óundirritaða líka. Hérna við Lilju Dögg Alfreðsdóttir og önnur báðar viljayfirlýsingar eru með hennar nafni hérna en svona drög að viljayfirlýsingum. Og svona í ljósi þess að þetta hefur nú dregið svona og við höfum fjallað þetta svo sem löngum orðum hérna á síðasta fundi, þá viljum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins koma með bókun og hún hljómar svo með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru ekki hlynntir þeim samningi sem nú fyrst liggur fyrir milli bæjarfélagsins og listamannsins það bil 10 mánuðum eftir að skil voru upphaflega fyrirhuguð á listaverkinu. En hafa engar fyrirætlanir varðandi göngustíg eða verkið sjálft komið fyrir augu bæjarfulltrúa eða bæjarbúa til þess að geta tekið vel upplýsta ákvörðun framgang verksins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja þann samning sem liggur fyrir ekki ásættanlegan fyrir Vestmannaeyjabæ. Til viðbótar ekki ljóst með hvaða hætti fjármagn verður tryggt í verkið með þeim viljayfirlýsingum sem enn á eftir að staðfesta með undirskriftum. Og þetta skrifum við undir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Haraldsson. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú eftirláta þér kannski að taka aðeins umræðuna en mér langar bara að benda á það að sjálfsögðu ekki búið að skrifa undir viljayfirlýsingarnar vegna þess að þær þarf að bera undir bæjarstjórn og samningana til staðfestingar. En það liggur fyrir það að þetta kemur frá ráðuneytinu og það ekkert að skrifa undir fyrir en að umboð til staðar. Og það þess vegna sem við erum hér og þetta liggur fyrir, þetta var kynnt, þessi 2 samningar eða viljayfirlýsingin og samningur var kynnt inn í ráðinu fyrir þó nokkrum tíma. Samningur við listamannin, það hárrétt hjá Eyþóri Harðarsyni bæjarfulltrúa að hann liggur núna fyrir bæjarstjórn en hann nú búinn að liggja inn í gáttinni síðan á síðasta fundi bæjarráðs. En það nú ástæðan fyrir að undirskriftin ekki vegna þess að það var ákveðið að skrifa ekki undir með fyrirvarum samþykki bæjarstjórnar. Heldur að klára ferlið áður en skrifa var undir samningana. Og ég held að það sé bara gott í ljósi þess að það hafa verið deilur málið að þá sé það eðlilegri farvegur að beðið sig með að undirrita. Takk fyrir þetta, Íris. Með leyfi varaforseta vil ég hnýta líka aðeins við þetta eins og fram hefur komið í alllöngum umræðum hér í bæjarstjórn áður að þá eru mjög eðlilega skýringar á því af hverju ekki hefur verið unnt að ganga frá þessu máli fyrr raun ber vitni. Í fyrsta lagi það þannig að það eru ekki liðin langur tími, nokkra vikur, mánuðir frá því að endanlega var ljóst hvernig fjármögnun yrði háttað á þessu máli í ljósi þeirra kostnaðaráætlana sem lágu fyrir 2 misserum eða svo. Það hefur tekið sinn tíma, sérstaklega af hálfu þeirra samstarfsaðila okkar sem fjármagna nú 3/4 af þessu verkefni á móti 4 okkar að ráða þeim málum til lykta, hvernig það gert og þess vegna hefur undirritun á samningnum við listamannin dregist þennan tíma. Nú liggur þetta hins vegar allt fyrir. Óbreytt fjármögnun af hálfu bæjarins, þær 50 milljónir sem samþykktar voru samhljóða hér í bæjarstjórn þegar á árinu 2002 hækka ekki, breytast ekki og eru eins og ég sagði áðan sem nemur 4 af heildarkostnaði. Nú liggur þetta hins vegar allt fyrir og þess vegna unnt að ganga frá málinu á þessum tímapunkti. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, með bókun, með leyfi forseta. Gjörðu svo vel.
Undirrituð ítreka að það ekkert sem bendir til þess að ásýnd eldfells eða náttúrunnar í kring verði raskað með óafturkræfum hætti. Þvert á móti sérstaklega undirstrikað í samskiptum vinnustofu listamannsins við ráðgjafafyrirtæki Landslag sem leiðandi fyrirtæki á sviði landslagsarkitektúrs og skipulags að göngustígurinn verði einmitt fullkomlega afturkræfur, removable without leaving traces. Endanleg hönnun og útlit umrædds göngustígs og listaverksins alls á síðan eftir að fara í gegnum skipulagsferli áður en framkvæmdaleyfi verða gefin út. Þá mun stúdíó listamannsins kynna og vera í samstarfi við Vestmannaeyjabæ framvindu verkefnisins og stefnt að fyrsta kynningafundi í næstu eða þarnæstu viku. Sá fundur ætlaður bæjarfulltrúum, viðkomandi ráðum og þeim lykilstarfsmönnum Vestmannaeyjabæjar sem munu koma að framkvæmd verkefnisins. Einnig rétt að undirstrika að ekkert hefur breyst varðandi þá fjárupphæð sem Vestmannaeyjabær leggur í verkefnið og samþykkt var samhljóða í bæjarstjórn haustið 2022. Upphæðin var og 50 milljónir króna og fjárhagsrammi verkefnisins skýr og bundin í viljayfirlýsingu og samninga þar Undirrituð hafa fulla trú á því að umrætt listaverk verði bænin til sóma og fagna því að nú hillir undir að hafist verði handa þetta sögulega verkefni. Og undir þetta ritar fulltrúar E.O.H. lista. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós. Eyþór Harðarson. Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara með eina spurningu til forseta bæjarstjórnar. Það sem að hann segir hérna á fundi fyrir nokkrum mánuðum þegar við vorum að ræða þetta mál að listamaðurinn eða stúdíóið hafi ekki hug á því að fara í verkefni nema það falli 9-0 í bæjarstjórn. Hefur það þá breyst, sú afstaða? Þú sagði það hér forseti sagði það hér í pontu. Takk fyrir þetta. Með leyfi varaforseta þá kannast ég ekki við að hafa sagt það að listamaðurinn neitaði að taka þátt eða neitaði að fara í fyrirhugað verkefni nema þetta væri afgreitt 9-0 hér í bæjarstjórn. Ég kannast ekki við að hafa sagt þetta. Enda hef ég aldrei heyrt neina slíka yfirlýsingu frá listamannunum að hann væri að skilyrða framkvæmd verksins eða samningum verkið við það hvernig atkvæðagreiðsla félli hér í bæjarstjórn. Ég kannast ekki við þetta. Orðið ennþá laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Eflaust allt sagt sem að hægt að segja kannski á þessum tímapunkti en miðað við svona umræðu frá meirihlutanum og bókanir þá velti ég nú bara fyrir mér hvort að fólk átti sig nú ekki á því að það sé nú ekki skrítið að við byrjum að tvístiga í þessu máli þegar er ennþá verið að ræða viljayfirlýsingar sem var hérna 2022 og maður kemur inn í kynnt fyrir manni verkefnið og þá telur maður nú að þessar viljayfirlýsingar séu nú allar undirskrifaðar og kláraðar fyrir minn tíma að málinu og að það skuli vera sagt núna 10 mánuðum eftir að verkefnið átt að vera tilbúið og afhent hérna á goslokunum að þá séu þetta eðlilegt að það sé ekki skrifa undir neinar viljayfirlýsingar nema með samþykki bæjarstjórnar. Ég hef nú kannski haldið að þessar viljayfirlýsingar hefðu verið til samþykkis hérna sennilega vorið 2022 þegar það var verið að ganga til vers í að undirbúa þetta verk. En svona gengur þetta misjafnlega hratt stundum og ekki hjálpa ríkið og ráðuneytin við það að klára málin. En ég heyri það það var nú einhvern tíma sagt við mann þegar maður var að spyrja hvernig þetta lítur út að ég var nú bara með að skýta út fyrir mér að ég væri ekki að fara að hanna þetta listaverk. Það verði ekki spurt mig hvort að ég yrði sáttu við einhvert útlit og listamaður myndi ekki aðlaga sig að mínum smekk. En nú kemur fram í bókun og því sem maður heyrir frá meirihlutanum er að sjálfsögðu er þessi samningur byggður á því að það eigi eftir að
koma með einhverja teikningar og útskýringar á þessum göngustíg og það verði að sjálfsögðu ekkert veitt framkvæmdaleyfi nema það líti almennilega út eða í sátt við umhverfið. Þannig að þá spyrir maður sig, sem sagt ennþá opið að grípa inn í verkið hjá listamanninum? Það kannski það sem mér langar til að spyrja hvort að það sé búið að opna þann möguleika með þessum upplýsingum og það sem kemur fram í bókun ykkar. En auðvitað verður, og við í minnihlutanum, við höfum ekkert lagst gegn því eða reynt að segja það að þetta listaverk verði ekki sómi og verði ekki sómi af þessu listaverki ef vel tekst til. En það sem að við erum nú að brölta í að reyna bara að malda þess í móin og reyna að fá upplýsingar hvernig þetta lítur út og hvaða áhrif þetta hefur í fjallin okkar sem að okkur þykir vænt um. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þór Harðarson. Íris Róbertsdóttir, kjörsvöld. Margrét Rós, Ingólfsdóttir, kjörsvöld. Forseti, ég byrja að biðja afsökunar ef ég hef verið að leggja honum eitthvað orð í munn. Það var ekki ætlun mín. Í bókun meirihlutans kemur fram að það sé ekkert sem bendir til þess að ásýnd eldfjalls eða náttúrunnar í kring verið raskat. Mér finnst bara svo mikið ábyrgðarleysi að setja þetta fram. Ekki nema þið hafi séð önnur gögn heldur en við höfum séð. Því við höfum bara ekki hugmynd um það. Mér finnst reyndar ágætt í bókunum að það tekið fram að verði fundur í næstu eða þarnæstu viku. Væntanlega það búið að skrifa upp á samningu upp á 600.000 evrur. Og mér langar líka að spyrja þá bara væntanlega bæjarstjóra. Liggur fyrir einhver kostnaðaráætlun varðandi aðra þætti sem koma fram í samningnum sem Vestmannaeyjabær ætlaði að uppfylla til að mynda ráðningu stúdíós við að taka upp allt ferlið. Íris Róbertsdóttir, kjörsvöld. Forseti, mig langar nú bara að byrja á því að fara aftur yfir það af hverju að það er mikilvægt að það liggi fyrir staðfesting bæjarráðs, bæjarstjórnar og öllum vegna þess að þetta ferli hefur allt verið þannig þegar var skrifað undir viljayfirlýsingu 2021 áður en við forsætisráðherra þá fór svo viljayfirlýsing fyrir bæjarstjórn og bæjarráð í rauninni áður en skrifaðar undir hana vegna þess að fyrir utan það að þú veist, það skiptir máli að bæjarstjóri hafi umboð og það var nú leikið mjög mikið og hefur verið í gegnum tíðina með fyrirvara samþykki og við þurfum stundum að nýta okkur það ef að búið að tala við fólk en þetta máli þess eðlis að það er mjög mikilvægt að það klárist bara að samþykja allt og Eyþór Harðarson sem situr nú í bæjarráði það er nú búið að fara að ræða þetta mál mjög mikið þar og töluvert að fara ástæðan fyrir seinkunin er að hluta að við ætluðum ekki að borga meira en þessar 50 milljónir sko og þar að leiðandi vorum við ekki tilbúin að skrifa undir samningin, sko samningurum við stúdíóið er við okkur og þessi kostnaðaráætlun og það sem þú ert að segja að við eigum að bera. Við ætlum að láta þetta rýma vegna þess að samningurinn er í rauninu upp á 90 milljónir, það eru 10 milljónir aukalega að því heildin er 150 við stúdíóið sko, 10 milljónirnar eru til að sinna þessum aukaverkum. Þannig ég hef ekki séð hvað það kostar en við erum búin á, það er búið áætla peningi það. En svo bara vil ég segja það að ég vil meina að ég sé ábyrgur framkvæmdastjóri sveitarfélags. Ég stekk ekki til og skrifa undir 50 milljón króna samning þegar það var ekki til fjármagn fyrir því í fjárhagsáætlun 24. En bara svo að við má ágjur á listamanninum, þá var fjármagnið í listaverkið samþykkt hér 9-0. Ég veit ekki... 50 milljónum. Ég er að tala um 50 milljónurnar, það er framlagið. Ég er að ræða það að það var samþykkt hér 9-0 og samningurum við listaverkið, þessar 50 milljónir farin í þann samning. Ég skrifu þetta ekkert undir það að við séum tilbúin að eyða 50 milljónum sem eru ekki á fjárhagsáætlun. Ég hef ekki leyfi til þess. Þannig eðlilega þarf að klára þennan feril hér til þess að við getum farið í verkefnið og bara það er algjörlega ljóst og það held ég að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson og bæjarfulltrúi Margrét Rós Ingólfsdóttir sem hefur þetta í mjög góðri aðstöðu sem situr í umhverfis- og skipulagsráði og þekkir þessa ferla. Það er alveg sama
tröllskessan hérna út á túni, hvað sem það þarf að fara í gegnum ferla til að fá að setja hluti hérna út allt og byggja og gera. Og það sem þetta snýr að ég held að það sé ekki þannig að það sé verið að senda eitthvað okkur og spyrja finnst ykkur þetta smart, heldur verður þetta að uppfylla þær kröfur sem bæði við og aðrar stofnanir gera og það hluti af samningnum við listamannin að þetta þar að leiðandi áður en hann klárar verkin sín þá þarf hann að eiga þetta samtal. Þannig það snýst þetta. En mér finnst mér finnst gott og ég held að hann þurfa ekki að hafa ágjör á því listamaðurinn fyrst að það fólk sem situr hér í bæjarstjórn tilbúið að standa við þessar 50 milljónir, varla verið að standa við þær svo verði ekki notaðar. Þannig að ég tel það mikilvægt nesti inn í þetta, en bara svo það sé sagt líka, þá skil ég alveg áhyggjurnar. Að því það talað okkur þykir vænt þetta fjall. Ég fædd og uppalin hérna. Ég búin að búa inn í Vestmannaeyjum, ég orðin rúmlega 50, allt nema 2 ára minni ævi. Ég elska þetta umhverfi og þessa náttúru og við gerum það öll hérna. Enginn að fara að reyna að skandalisera eitthvað í þessari náttúru og rétt upp hönd og samþykkja það. Og ég held að sé líka ekki gott að við séum svona ítað í hvora af öðru okkur sé sami meldfell. Okkur engum hérna sami meldfell. En við viljum laga aðgengi að því. Og þeir sem hafa aðeins sögt sér í útlutanir hjá uppbyggingasjóði ferðamannastaða hafa séð það að ætla að koma upp einhverjum smá göngustíg upp á þetta fjall kostar meira en þessar 50 milljónir sem við erum að setja í þetta verk. Það alveg ljóst. Þannig ég bara trúi því að þetta verði sveitarfélaginu til gæfu, ég trúi því að þetta muni heppnast vel vegna þess að við erum líka bara með topp fólk til að veita þessari vinnu aðhald til þess að hún fari og passi inn í þá ramma sem verkinu eru settir. Ekki það hvernig útlit, heldur bara hvernig passar þetta inn í fjallið og það skýrt að þetta á að geta farið úr fjallinu án þess að skilja eftir skaða ef svo bæri undir eftir einhver ár. En bara, minnst þessu umræða góð og við þurfum að vera og ég vona bara að sem flestir sjá sér fært að sita þá fundi með stúdíónu þar sem bæði líka tímalínan og ferillin skýrðu fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já. Þetta ætlar að vera löng og mikil umræða sem að mér finnst persónulega ekkert skrítið í ljósi bara sögunar og eins og kom fram í máli bæjarstjóra bara þeirra tilfinningar sem að eiginlega örugglega flestir bæjarbúar bera gagnvart náttúrunni í Vestmannaeyjum. Og ég held alveg eins og að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa aldrei lagt það lagt það fram eða talið að það verði ekki sómi að þessu verkefni, að þá það alveg áreiðanlega heldur ekki vilji bæjarfulltrúa meirihlutans að fara eitthvað illa með náttúru Vestmannaeyja og höfum við aldrei reynda að láta slíkt í ljós. Eðli málsins samkvæmt í ljósi bæði eins og við höfum ítrekað farið yfir í umræðu þetta mál sem hefur tafist mikið úr hófi fram og kostnaður vaxið og einhvern veginn allt verið svolítið svona óljóst, að þá ekkert óeðlilegt að við bæjarfulltrúar höfum sett varnagla við þetta verkefni og höfum viljað staldra við. Og það kemur náttúrulega líka á daginn að þegar að umræða kom í kjölfarið af því að þá fara einmitt eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarson loksins að koma fram einhver skjöl sem að eru samningar til dæmis við listamanni. Okay. Þannig að líkt og hefur komið fram að þá eru ákveðnar áhyggjur af kostnaði sveitarfélagsins umfram samningsupphæðina eins og við samþykktum hana á sínum tíma og þær upphæðir hafa svo sem líka við höfum rætt hér í ræðustól bæjarstjórnar varðandi kostnaði skipulag
og framkvæmdakostnað og annan sem að er ekki inn í að við höfum talið þessum 50 milljónum sem upphaflega voru samþykktar. Og ég held að það sé bara gott og mikilvægt að þó svo að við höfum ákveðið það 2022 þegar við vorum að vinna að þessu 21 þegar vorum að vinna að undirbúningi fyrir þetta afmæli að eftir því sem að tímanum líður og lítið hefur áskilað þá er ekkert óeðlilegt að menn staldri við og sé ekki bara einmitt að setja svona blinda trú á alveg sama hvað einhver eða hver heitir eða hvað svo sem og við erum auðvitað ekkert frekari menningavitar en hver annar en það er bara menning alveg og list alveg ofboðslega einstaklingsbundin og já, mismunandi hverjum þykir sinn fugl fagur og allt það. En já, ég bara tek undir það sem hefur komið hér fram í málflutningi félaga minna hjá Sjálfstæðisflokknum og get ekki samþykkt að skuldbinda Vestmannaeyjabæ þeim samningi sem var lagður fram í bæjarráði. Takk fyrir. Orðið er ennþá laust, fleiri kveða sér ekki hljóðs, umræðu þetta mál, langri og gagnlegri, er þá lokið og við göngum til atkvæða málið. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda samninga og vilja yfirlýsingu gjöru svo vel að gefa merki. Þeir bæjarfulltrúar sem eru andvígir gjöru svo vel að gefa merki. Þetta er samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4. Það var eins og það hafa reiðu á pappírónum hérna. Og þá er tekin fyrir að síðustu liður 13 í umræddri fundargerð bæjarráðs sem er umræða náttúruhamfarirnar í Grindavík og afleiðingar þeirra. Bæjarráð samþykkti samhljóða fyrir sitt leyti 5 milljóna króna framlag í söfnun til styrktar Grindvíkingum og samsvarandi viðauka við fjárhagsáætlun fyrir 2024 og heitir viðauki 5. Þessu máli var vísað til staðfestingar hér í bæjarstjórn og orðið er laust þetta mál. Enginn kveður sér hljóðs og þá er umræðu lokið. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta erindi gjöru svo vel og gefi merki. Þetta er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 1 til 3 á þessum fundi bæjarráðs og 5 og liður 9 til 12 liggja fyrir til upplýsingar. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað 13. júní. Fundinum er slitið klukkan 18:18.